Hæ, góðan daginn eða kvöldið, skiptir ekki máli. Spólum bara aðeins áfram. Skátanir. Þegar ég byrjaði í skátanum átti ég eiginlega ekkert val af hverju, af því að mamma skráði mig og besti vinur minn var líka í skátunum, þannig að já, einmitt. Við mættum reyndar ekki alltaf á sama tíma, þannig að stundum var ég bara einn með strákur sem ég þekkti ekki neitt og ég var freka feiminn þegar ég var svona 10 ára, þannig ég vildi eiginlega ekki kynnast neinum, en það var bara ég. Þannig já, einmitt, þannig ég var frekar oft einn, en það skiptir ekki máli af því ég á nokkra sögur frá skátunum og ég ætla að læra að teikna eða að gera anime og bla 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 bla. Þannig já, hoppum bara beint í þetta. Það gerist einu sinni við áttum að læra á áttavita. Ég kunni ekkert á áttavita. Flokkstjórarnir sem voru að reyna að kenna okkur kendi mér og strákanum sem voru með mér í hóp greinilega ekki nógu vel. Við vorum svona 5 í hóp og ég hélt að við kynnum þetta alveg, varum 100%, en þegar við týndumst, við sáum einhverja stráka fara einhverja allt aðra átt en við og við fórum í hina áttina og svo komumst við að því að við vorum með þeim seinustum sem komu heim. Ekki af því að áttavitin virkaði, bara af því að við héldum að við myndum deyja, eða eitthvað. Joke. Líka í skátunum og kveiktum við elda og sungum eitthvað dramatískt. Þið vitið, svona fullt að köllum eitthvað, syngja mjög djúpt. Ég var reyndar ekki byrjar á mútum, þannig að ég söng eiginlega ekki, ég var bara með störu á eldinn og hélt bara áfram að horfa á hann. Það var alltaf brunalykt af mér þegar ég kom heim og mamma hélt stundum að ég var að reykja. Vildi bara svona segja, skiptir eiginlega engu máli, en svona það var eitthvað. Líka einu sinni þegar ég kom heim frá skátunum, þá var svona lögreglubíll fyrir utan húsið á mér og þegar ég bankaði á hurðina þegar húsið var læst og ég var ekki með lykil, þá kom mamma til dyra og ég svona leit út fyrir að vera svona mjög saklaus, eitthvað svona eins og lögreglan var að droppa mér við, en mamma fór í smá sjokk og svona, svo sagði henni strax að það væri prank og við hlóðum að þessu, nema mamma, af því að hún skildi eiginlega alveg jókið og mér fannst þetta fyndið þessum tíma. En já, einu sinni fóru skátanir í einhverja ferð á Úlfljótsvatn, ég held það heiti það. Það var Star Wars þema og ég fór sem Anakin með blátt geislasverð og ég var með Rex hjálm, bara alvöru Star Wars fans muni vita hvernig ég er að tala um. Það gerist ekkert sérstaklega í þeirri ferð, en ég vildi bara svona nefna. En ég fór í aðra ferð og þar átti ég verstu nótt lífs míns. Já, ég segi ykkur á hana bara núna. Það var sem sagt nótt, ég var ekki nálægt neinu sem ég þekkti. Þetta var svona mjög lítið herbergi á háalofti og þá eru allir strákanir bara búin að tróða sér hana inn. Ég þekkti engan, ekki hann sem var vinstra megin við mig og ekki hann sem var hægra megin við mig. Og já, við vorum bara svona dýnum. Svo kemur nóttin, það er dimmt, ég fer að sofa. Bara basic. Bara búm, bara bí bapp. Allir flokkstjóranir eru niðri by the way, þannig að ef við erum uppi á háalofti þá svo þeir fyrir neðan okkur. Þannig að það sem gerist var, hvernig á ég að orða það? Basically, ég vakna nóttina og ég heyri einn gæja vera að segja bara Davíð. Köllum einn flokkstjóran Davíð bara af því að Davíð er eitthvað nafn sem að einhver flokkstjóri er örugglega með, ég veit ekki. Og hann segir bara, hann var að segja bara Davíð. Og hann hélt áfram að segja Davíð og ég er ekki að grínast, örugglega í svona mínútu. Þannig til ég var orðinn svo þreyttur á honum, ég sagði svona Simli, fara aftur og svo. Og hann hélt áfram að segja Davíð. Þetta var mest creepy stuff í heimi. Svo byrjuðu aðrir strákar líka að vakna og byrjuðu að segja svona Simli. Og byrjuðu bara að segja honum að halda þessi saman. Ég man eftir, ég var með vasaljós og eftir smá stund þá svona sneri ég mig við og sagði bara Simli, ef þú hættir ekki að tala þá mun ég bara lemja. Ég sagði það ekki, ég hef aldrei hótað að lemja eitthvað, ekki svo ég mun allavega. Og svo svona, Simli, hvað er það? Og hann bað vasaljós, ég kveikti á vasaljósi og viti menn, hann var búinn að æla yfir alla íbúðina. Nei, þetta var grín. Hann var búinn að æla yfir allan sjálfan sig og líka smá á svefnpokann minn. Þetta var versta tilfinning í heimi. Ég horfði á þetta og ég var bara, oh my god. Skrýtna við það var líka, það var eiginlega engin lykt. Það var engin ælulykt og mjög óþægilegt að hugsa út í það núna. En
Já, þannig að það sem gerist var, ég sá að hann var búinn að æla yfir allan sjálfan sig og smá út mig og dýnuna. Þannig ég sagði svona, ok, hvað ég að gera? Hvað get ég gert til að hjálpa? Hann horfði á mig og sagði, Davíð. Ok, kannski sagði hann það ekki alveg, en hann sagði eitthvað að ná í flokkstjóra, þannig ég fór niður, leit á flokkstjórana, sá sofandi og ég, sem þessi feimna típa, þorði ekki alveg að vekja þá, þannig að ég svona horfði á þá og sagði bara, Davíð, ertu vakandi? Hann sagði ekki neitt by the way, hann var sofandi, þannig ég fór aftur upp og sagði við strákinn, ok, Davíð er sofandi, það er ekkert sem ég get gert, fyrirgeðu, þú þarf bara að fara aftur að sofa og reyna að deyja ekki, please, ef þú ert að æla aftur, miða þá í hin áttina, ok? En hann svo vaknaði einhver annar og ákvaða að ná í Davíð og já, ég þurfti að vaka í mjög langan tíma og horfa á hann vera að taka til æluna hjá hinum gæjunum á svefnpokunum mínum, svona, ég man ekki einu sinni hvar ég svaf, ég veit ekki hvort ég hafi bara farið að sofa aftur á dýnunni sem hann var búinn að æla yfir, en mín dýna auðvitað, eitthvað þannig. En já, það er örugglega með þeim mestu nóttum sem ég hef átt bara á ævinni. Og svo líka eitt annað sem ég man í þessari ferð, eina annað sem ég man í þessari ferð er að við ætlum að borða hamborgar í kvöldmat og allir þurftu að gera eitthvað eins og skera grænmeti, að vera svaka cool krakkarnir fengu að steikja hamborgarana með flokkstjórunum. En viti menn, ég var einn, þekkti engan, þannig ég ákvað bara að vera svona gæinn út í horni að reyna að gera ekki neitt. En einn gæinn sá mig af flokkstjórunum og sagði mér að byrja að skera kál. Þannig að ok, fine. Ég byrjaði bara að taka kálhausa, byrjaði að láta stafla í svona bunka. Þannig að hann fór bara upp. Hann var örugglega í burtu í svona 10 mínútur og áður en ég vissi af, bara var ég komið með heilt fjall af káli. Þegar hann kom aftur til að líta á mig, var ég búinn að búa til heilt fjall af káli. Og ég gleymi aldrei svipnum sem hann gerði þegar hann sá allt kálið. Ég held bara að þetta sé allt sem ég man í augnablikinu. Ef ykkur finnst gaman að... ég veit ekki hvort ykkur finnst gaman að horfa á svona animation þegar ég er að segja ykkur að sögu. En ef ykkur langar að segja eitthvað fleira, endilega kommentið, en ég efast að einhvern enn að kommenta. Þannig að ef þið viljið fá meiri svona sögur eða eitthvað, ég veit ekki, ég er bara að prófa. En já. Bara við sjáumst. It's your boy Indiana. Og já, ég er að prófa anime. Ef þið tókuð ekki eftir, ef þið bara spólið yfir í endan til að heyra mig tala eitthvað. En já, bara eigið góðan dag og bye, ég veit ekki.